Þá segi ég 31. fund sveitarstjórnar Rangárþings Sytra settan. Mættir eru allir aðalmenn sveitarstjórnar. Fundargerð ritar Ágúst Sigurðsson og Klara Viðarsdóttir mun sitja fundinn undir liðum 19 til 28. En áður við göngum til viðamikillar dagskrár sem eru í 46 liðum að þá ætlar Ágúst Sigurðsson sveitarstjóri að segja okkur frá því helsta sem hefur verið að gerast á milli funda sveitarstjórnar. Gjörðu svo vel, sveitarstjóri. Já, takk fyrir það og Kitti. Mér dettur í huga að segja frá þrennu sem snýr að framkvæmdamálum. Þetta er mjög margt sem að liggur fyrir þessu fundi bara sem að stóða svo í gegn. Það hefur verið einkennandi fyrir starfið upp á síðkastið. En varðandi lagningu ljósleiðara sem er auðvitað risastórt verkefni hjá okkur, þá er það að frétta því að það gengur bara mjög vel. Við erum örugglega á áætlun, trúlega eitthvað á undan áætlun. En þess að veðrið hefur leikið við okkur og þetta það hefur ekki komið neitt upp á sem að hefur tafið þetta í rauninni. Það hefur allt verið bara gengið bara prýðilega vel. Við vorum með opið hús á Laugalandi það var síðasta laugardag, 10. desember, laugardagsmorgun og þá höfðum við boðað sem sé netþjónustu fyrirtæki sem að hyggjast bjóða þjónustu sína okkar nýja ljósleiðara og sem að mættu þarna flest og allir með kynningarefni og voru þarna með bása til að sem fólk gat labbað á milli og kynnt sér það sem í boði var. Og þetta var ágætt mæting. Eðlilega mest kannski úr þarna af þessu svæði sem er komið hvað lengst í þessu. Fyrstu 4-5 áfangarnir. Það sem er ekki langt í að fara dett inn tengingar. Þannig að þetta var bara ágætlega hefnað. Það var þarna frá 10 til 12. Og þannig að áfram er haldið í þessu og reiknað með því að fyrstu tengingar geti orðið jafnvel fyrir áramót. Nú síðan vil ég nefna framkvæmdir í leikskólanum Heklukoti sem að hafa nú undið aðeins upp á sig. Við vorum að lagfæra þarna í nýbyggingunni í kjallaranum þar sem að flæddi nú inn hjá okkur. Þurfti að laga þetta, þá kom í ljós að það er mikil hætta þarna rakaskemmdum á óeinangruðum hluta hússins sem er þarna kjallarinn og var í rauninni eitt annað í boði heldur en að bara fara í það að klæða húsið að utan, einangra og ganga frá, þannig að þetta sé tryggt til framtíðar. En þetta er auðvitað meira heldur en við reiknuðum með, en var í rauninni bara ekki hægt ekkert annað heldur en að fara í þetta. Og þetta sjáum við einmitt núna í fjárhagsáætlun fyrir næsta ár og þannig að þetta hefur bæst við á milli umræðina hjá okkur, þessi liður, þannig að þetta kemur aðalega á næsta ári, þessi kostnaður. Þannig að ég vil vekja athygli á því. En það er verið að vinna í þessu bara á fullu og það er eins með það að veðrið leikur við okkur og þá getur þetta gengið hratt og vel. Nú síðan vil ég nefna eitt framkvæmdamál í viðbót sem er Oddabrú. Þar eru tíðindi úr því að það má segja að teningunum er kastað og framkvæmdin er komin af stað. Þessi er búið að bjóða út niðurrekstrarstauga og boðnir út núna með auglýsingur í gegnum vegagerðarinnar á mánudaginn var. Þannig að það er auðvitað mikið gleðiefni að það skuli komast af stað og reikna með því að opna útboð 10. janúar. Að opna sem sé tilboð í það verk. Það er nú frekar skýrt og afmarkað verk í sjálfu sér og tekur ekki nema einhverjar 5-6 vikur yfirleitt í framleiðslu svona. Þannig að en eitthvað séu þetta er komið af stað og það er mjög gleðilegt. Þetta er nú það sem ég dætti í huga að nefna. Takk fyrir þetta, Ágúst.
Það sem ég man eftir kannski bæta við að við á milli funda þá tókum við á móti orkuleiðslustöð frá orkusölunni til hleðslu á rafmagnsbílum og við þurfum í fyllingu tímans væntanlega að finna einhvern góðan stað. Og það var nú ánægjulegt að Svavar Bjarnhéðinsson starfsmaður í Orkuveitunni afhenti okkur orkustöðina fyrir hönd orkusölunnar. Akkúrat þær mundir að hann var að láta af störfum eftir 35 ára starf í þessu efni. Þannig að það var nú ánægjulegt og þetta er auðvitað partur af framtíðinni sem að við munum þurfa að búa okkur undir með einhverjum hætti. En að því þá göngum við til dagskrár og það er fyrsti liður, ungmennaráð, fyrsti fundur. Sveitarstjórn óskar, það er tillaga að sveitarstjórn óski nýju ungmennaráði Rangárþings ytra farsældar í sínum mikilvægu störfum og væntir mikils af starfi þess til að heilla fyrir sveitarfélagið okkar. Það er tillaga að sveitarstjórn staðfesti fundargerðina. Orðið laust. Engin kveðjusljós, þeir sem geta samþykkt fyrirliggjandi tillögugerðarmerki, tillagan er samþykkt samhljóða. Liður 2. Ungmennaráð, annar fundur. Það er tillaga að staðfesta fundargerðina. Orðið laust. Engin kveðjusljós, þeir sem geta samþykkt fyrirliggjandi tillögugerðarmerki, tillagan er samþykkt samhljóða. Liður 3. Ungmennaráð, þriðji fundur. Það er tillaga að staðfesta fundargerðina og jafnframt vill sveitarstjórn bjóða ungmennaráði til fundar með sveitarstjórn við fyrsta endurleika. Orðið laust. Engin kveðjuljós. Þeir sem geta samþykkt fyrirliggjandi tillögugerðarmerki, tillagan er samþykkt samhljóða. Liður 4. Íþrótta- og tómstundanefnd, 9. fundur. Það er tillaga að staðfesta fundargerðina. Orðið laust. Engin kveðjuljós. Þeir sem geta samþykkt fyrirliggjandi tillögugerðarmerki, tillagan er samþykkt samhljóða. Liður 5. Samgöngu- og fjarskiptanefnd, 13. fundur. Það er tillaga að staðfesta fundargerðina. Orðið laust. Engin kveðjuljós. Þeir sem geta samþykkt fyrirliggjandi tillögugerðarmerki, tillagan er samþykkt samhljóða. Skipulags- og umferðarnefnd Rangárþings ytra, 100. og annar fundur. Það er tillaga að sveitarstjórn staðfesti fundargerðina. Orðið laust. Engin kveðjuljós. Þeir sem geta samþykkt fundargerðarmerki, tillagan er samþykkt samhljóða. Skipulags- og umferðarnefnd Rangárþings ytra, 103. fundur. Það er tillaga að staðfesta fundargerðina. Orðið laust. Engin kveðjuljós. Þeir sem geta samþykkt fyrirliggjandi tillögugerðarmerki, tillagan er samþykkt samhljóða. Liður 8. Skipulags- og umferðarnefnd Rangárþings ytra, 104. fundur. Vísaði til umfjöllun einstaka liði en fundargerðin öðru leyti staðfest og nú hefst langur lestur að vanda og ég lít svo á að afgreiðslur skipulagsnefndar séu samþykktar af sveitarstjórn en ef þið viljið kveða ykkur ljós þá gerið þið mér aðvart. 8.1. Haukadalur, landskipti. Guðrún Hildur Hafsteinsdóttir óskar eftir að fá að skipta landi sínu, Haukadal, landi 2.19.699, 3.915 fermetra spildu. Ný spilda ber nafnið Vatnsból, Haukadal, landnúmer 224 725. Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemd við áform landskipti. Nefndin ítrekar fyrri afstöðu sína varðandi afmörkun vatnsverndar
ef fyrirhugað að nýta vatnsbólið frekar en gert í dag. Það tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. 8.2 Stóru Vellir, Hrosshóll, landskipti. Óðinn Pálsson óskar eftir landskiptum úr jörð sinni Stóru Völlum. Að ræða spildu 39.334 fermetra að stærð. Lóðin fær nafni Stóru Vellir, Hrosshóll og sérstakt landnúmer. Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemd við áform í landskipti og tillaga liggur fyrir að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. 8.3 Uxahryggur 1 Breyting á landnotkun í aðalskipulagi. Rangárþingi ytra vinnur að gerð breyting á aðalskipulagi sveitarfélagsins 2010 til 2022. Þar sem breytingu á landbúnaðarlandi í verslun- og þjónustusvæði í landi Uxahryggjar að ræða. Lýsing var kynnt til og með 4. nóvember. Ábendingar bárust frá Rangárþingi eystra varðandi mörk sveitarfélagana á umræddu svæði og einnig frá Skipulagsstofnun sem tekið hefur verið tillit til í meðfylgjandi tillögu. Við nánari skoðun skipulagsfulltrúa hefur komið í ljós misræmi í afmörkun sveitarfélagamarka á umræddu skipulagssvæði. Mörk sveitarfélagana Rangárþings ytra og Rangárþings eystra bera ekki saman á uppdráttum aðalskipulaga beggja sveitarfélaga. Nefndin telur þó ekki ástæðu til að fresta umræddri breytingu á landnotkun þar sem umfang breytingarinnar langt innan marka þess sem nákvæm afmörkun verði gerð á uppdrætti að væntanleg breyting á mörkum sveitarfélaganna muni ekki hafa nein áhrif á áformaða landnotkun. Nefndin vill þó árétta að ekki verði unnt að gera deiluskipulag fyrir viðkomandi svæði fyrr en að loknu samráðsferli mörk sveitarfélaganna tveggja. Nefndin leggur því til að tillagan verði kynnt samkvæmt 2. málsgrein 30. grein skipulagslaga nr. 123/2010 og í framhaldi verði send Skipulagsstofnun samkvæmt 3. málsgrein 30. greinar sömu laga. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. 8.4 Vindorkubú í Þykkabæ, breyting á aðalskipulagi. Bíókraft EHF hefur fengið heimild til að hafin verði skipulagsmeðferð vegna áforma að reisa allt að 13 vindmyllur til orkuframleiðslu á landi norðan við Þykkvabæ. Lýsing var kynnt frá 17.11.2016 til og með 1.12.2016. Lýsing var send til eftirsvarandi umsagnaraðila. Minjastofnunar, Umhverfisstofnunar, Landgræðslunnar, Heilbrigðiseftirlits Suðurlands, Orkustofnunar, Samgöngustofu, Rangárþings eystra og Ásahrepps. Umsagnir bárust frá Rangárþingi eystra, Ásahreppi, Orkustofnun, Heilbrigðiseftirliti Suðurlands, Umhverfisstofnun, Vegagerðinni og Landgræðslunni þar sem ekki voru gerðar athugasemdir við lýsinguna. Fleiri umsagnir bárust ekki. Athugasemdir bárust með bréfi dagsett 14. nóvember 2016 frá Veritas lögmönnum fyrir hönd 63 aðila þar sem þeir leggjast alfarið gegn fyrirhuguðum áformum. Veritas lögmenn óska eftir fundi með fulltrúum sveitarstjórnar til að gera betur grein fyrir sjónarmiðum umbjóðanda sinna. Nefndin leggur til að sveitarstjórn og skipulagsnefnd fundi með fulltrúum Veritas lögmanna þar sem farið verði yfir sjónarmið umbjóðanda þeirra. Það tillaga sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. 8.5 Árbæjarhellir, þjónustusvæði vestan Árbæjarvegar. Rangárþingi ytra hefur samþykkt að gera breytingar á landnotkun og 3 hektara spildu úr landi Árbæjarhellis lands 2 þar sem núverandi landbúnaðarsvæði verður gert að verslunar- og þjónustusvæði. Lýsing hefur verið kynnt og bárust engar athugasemdir á kynningartíma. Ábendingar bárust frá Skipulagsstofnun sem tekið hefur verið tillit til í gerð tillögunnar. Tillaga hefur jafnframt verið kynnt. Lögð fram tillaga að breytingu á aðalskipulagi. Skipulagsnefnd samþykkir tillögun og leggur til að hún verði send Skipulagsstofnun til afgreiðslu samkvæmt 3. málsgrein
30. greinar skipulagslaga nr. 123/2010. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. 8.6 Árbæjarhellir land 2 deiliskipulag þjónustusvæðis austan Árbæjarvegar. Eigendur Árbæjarhellis 2 landnúmer 198-670 leggja fram tillögu að deiliskipulagi úr landi sínu undir verslunar- og þjónustustarfsemi. Nýtt verslunar- og þjónustusvæði verður 3 hektarar að stærð og þar gert ráð fyrir byggingu veitinga og gistiheimilis í tengslum við ferðaþjónustu. Tillaga að breytingu á aðalskipulagi hefur verið kynnt. Í samræmi við 6. grein laga nr. 106/2000 það niðurstaða nefndarinnar að áformuð framkvæmd sé ekki líkleg til þess að hafa í för með sér umtalsverð umhverfisáhrif, samanber viðmið í öðrum viðauka laga nr. 106/2000. Því skuli framkvæmdin ekki háð mati á umhverfisáhrifum. Skipulagsnefnd samþykkir tillögu, hún leggur til og hún verður auglýst samkvæmt 1. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Samhliða tillögu að breytingu á aðalskipulagi Rangárþings ytra 2010-2022 þegar afgreiðsla skipulagsstofnunar liggur fyrir. Það tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. Rangárbakkar 1-3 deiliskipulag þjónustusvæðis. Framkvæmdahópur á vegum Kaupfélags Skagfirðinga leggur fram tillögu að deiliskipulagi fyrir Rangárbakka 1-3 á Hellu. Í auglýsingu tillögunnar komu fram athugasemdir frá Skipulagsstofnun framsetningu efnis og skilmála í tillögunni. Einnig telur Skipulagsstofnun að tillagan samræmist ekki aðalskipulagi Rangárþings ytra 2010-2022. Þar sem ný lóð fyrir verslun og þjónustu sé aðeins að hluta til skilgreindu verslunar- og þjónustusvæði. Búið að minnka verulega umfang framkvæmda áforma og fella niður síðari áfanga í fyrri tillögu. Því telur nefndin að búið sé að lagfæra tillöguna að teknu tilliti til athugasemda Skipulagsstofnunar og telur ekki nauðsynlegt að tillaga verði auglýst að nýju. Skipulagsnefnd áréttar að fyrirhuguð vegtenging að austanverðu skuli einnig nýtast til aðkomu að svæðinu austan lóðarinnar. Nefndin felur skipulagsfulltrúa að senda endanlega tillögu til Skipulagsstofnunar. Það tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. 8.8 Hjallanes 1 deiliskipulag. Landeigendur hafa lagt fram tillögu að deiliskipulagi að 3 lóðum undir frístundahús á jörð sinni, Hjallanesi 1 Rangárþingi ytra. Tillagan var auglýst frá 20.10.2016 til og með 1.12.2016. Athugasemd barst frá Heilbrigðiseftirliti Suðurlands skýrari afmörkun vatnsverndar umhverfis vatnsból á uppdrætti. Skipulagsnefnd telur að búið sé að bregðast við öllum framkomnum athugasemdum og leggur til að tillagan verði send Skipulagsstofnun til afgreiðslu. Það tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. 8.9 Vindás Lágaból deiliskipulag. Eigendur Vindás 165/015 hafa lagt fram tillögu að deiliskipulagi og landi sínu. Afmörkuð lóð þar sem heimilt verður að byggja allt að 200 fermetra íbúðarhús og bílskúr, allt að 60 fermetra gestahús og allt að 200 fermetra skemmu. Tillaga var auglýst frá 20.10.2016 til og með 1.12.2016 og bárust engar athugasemdir á auglýsingatíma. Það tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. 8.10 Ketilhúshagi lóð 47 deiliskipulag. Lárus Einarsson leggur fram tillögu að deiliskipulagi í landi sínu Ketilhúshaga lóð nr. 47 landnúmer 218-198. Tillaga að deiliskipulagi var auglýst síðast árið 2014. Breyting hefur verið gerð á framlagðri tillögu þess efnis að fjarlægðarmörk hafi verið leiðrétt samkvæmt athugasemd Umhverfisstofnunar ásamt því að byggingarmagn
hefur verið minnkað til muna. Ábending barst einnig frá Skipulagsstofnun að eðlilegra hefði verið að auglýsa tillöguna að breytingu á gildandi deiliskipulagi í stað nýs deiliskipulags fyrir einstaka lóð. Skipulagsnefnd telur að búið sé að bregðast við öllum framkomnum athugasemdum og leggur til að tillaga verði send Skipulagsstofnun til afgreiðslu. Nefndin vekur jafnframt athygli á því að hún telur ekki ástæðu til þess að þessu sinni að fella umrætt svæði inn í gildandi deiliskipulag fyrir svæði þar sem gildandi deiliskipulag síðan 1987 tekur á mjög ólíkum atriðum bæði hvað varðar stærðir lóða og byggingarmagn. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. 8.11 Hvammsvirkjun deiliskipulag. Skipulags- og matslýsing vegna deiliskipulags fyrir Hvammsvirkjun var kynnt 2011 og aftur haustið 2015. Lögð fram lýsing skipulagsáforma að nýju. Skipulagsnefnd gerir engar athugasemdir við fyrirliggjandi lýsingu og leggur til að hún verði kynnt samkvæmt 40. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. 8.12 Landsnet tillaga að kerfisáætlun 2016 til 2025. Landsnet óskar eftir umsögn Rangárþings ytra tillögu að kerfisáætlun 2016 til 2025 og umhverfisskýrslu sem lögð fram samhliða. Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemdir við framlagða tillögu. Það tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. 8.13 Landmannalaugar. Stöðuleyfi veitingasala. Bergur Sveinbjörnsson fyrir hönd Söluskálans Landvegamótum EHF óskar eftir stöðuleyfi fyrir bil 60 fermetra timburhús ætlað til veitingasölu í Landmannalaugum. Óskað eftir leyfi fyrir Söluskálan frá 1. júní 2017 til 30. september 2017. Skipulagsnefnd leggur til að ekki verði veitt fleiri stöðuleyfi í Landmannalaugum en verið hafa undanfarin ár meðan unnið að deiluskipulagi fyrir Landmannalaugar. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. 8.14 Hraun erindi vegna stofnunar lögbýlis. Karl Axelsson áformar að sameina lönd sín að Hrauni og Leirubakka, stofna lögbýli og flytja lögheimili sitt á staðinn. Sveitarstjórn gerði ekki athugasemdir við áform umsækjanda og beinir því til skipulagsnefndar að undirbúa erindið áfram. Svæðið sem ræðir á skilgreindu frístundasvæði í aðalskipulagi Rangárþings ytra 2010 til 2022. Skipulagsnefnd leggur til að breyting verði gerð á landnotkun í aðalskipulagi Rangárþings ytra 2010 til 2022 þar sem umræddar lóðir umsækjanda verði breytt úr frístundasvæði í landbúnaðarsvæði að nýju. Nefndin felur skipulagsfulltrúa að hefja vinnu við gerð tillögu að breytingu á aðalskipulagi fyrir umrætt svæði. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. 8.15 Strakta Hella EHF byggingarleyfi fyrir skiltum. Strakta Hella EHF óskar eftir að fá að setja niður auglýsingaskilti á tiltekna tvo staði og utan við þéttbýlið á Hellu. Stærð skiltana áformuð 2x3 metrar. Staðsetning utan veghelgunarsvæðis. Skipulagsnefnd samþykkir framlagða staðsetningar á skiltum til 1 árs. Nefndin áréttar að skiltin verði höfð utan veghelgunarsvæðis og verði sett upp í fullu samráði við landeigendur. Nefndin leggur til að mótuð verði stefna auglýsingaskilti innan sveitarfélagsins. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar.
8.16 Landmannahellir, sómastaðir, byggingaleyfi, aðstöðuhús. Tryggvi Baldursson fyrir hönd eiganda að gistiskála á lóðinni Sómastaðir í Landmannahelli óskar eftir leyfi til að byggja alltaf 35 fermetra aðstöðuhús á lóðinni til viðbótar núverandi 62,7 fermetra gistiskála. Skipulagsnefnd leggur til að veitt verði heimild til aukins byggingarmagns á lóðinni og samþykkir því áform umsækjanda alltaf 35 fermetra viðbótarhús, samkvæmt meðfylgjandi gögnum. Nefndin áréttar að leita skuli eftir umsögn forsætisráðuneytisins áformin áður en leyfi verður gefið út. Það tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. 8.17 Fjallaland 38 byggingaleyfi. Birgir Sigurðsson, eigandi lóðina númer 38 í landi Fjallalands og Leirubakka óskar eftir að fá að byggja 30-35 fermetra geymsluhús á lóð sinni. Á lóðinni eru þegar byggð 150,2 fermetra sumarhús auk 50,3 fermetra bílskúrsgeymslu. Skipulagsnefnd telur að ekki sé verið að víkja of frá skilmálum gildandi deiliskipulags og samþykkir því að veita umsækjanda leyfi til byggingar á alltaf 35 fermetra geymslu á lóð sinni með þeim skilyrðum að útlit og form verði ekki frábrugðið því sem þegar byggt á lóðinni. Jafnframt þurfi skriflegt samþykki lóðarhafa á svæðinu að liggja fyrir. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. Þá var lokið þessum kafla skipulags- og umferðarnefndar og komið að lið 9, sorpstöð Rangárvallasýslu, stjórnarfundur nr. 182, fundargerð frá 27.10.2016, liðir 1, rekstraráætlun sorpstöðurinnar fyrir 2017 og 2 samþykktir fyrir sorpstöð Rangárvallasýslu BS til staðfestingar. 9.1 Rekstraráætlun sorpstöðvarinnar fyrir 2017. Tillaga að sveitarstjórn samþykki fyrir sitt leyti rekstraráætlun fyrir sorpstöð Rangárvallasýslu BS 2017. Orðið laust. Engin kveður sér ljós. Þeir sem geta samþykkt tillöguna gefa merki. Tillagan samþykkt samhljóða. 9.2 Samþykktir fyrir sorpstöð Rangárvallasýslu BS. Tillaga að sveitarstjórn samþykki fyrir sitt leyti endurskoðaðar samþykktir fyrir sorpstöð Rangárvallasýslu BS. Orðið laust. Engin kveður sér ljós. Þeir sem geta samþykkt fyrirliggjandi tillögu gefa merki. Tillagan samþykkt samhljóða. 10. Sorpstöð Rangárvallasýslu stjórnarfundur nr. 183. Fundargerð frá 8.12.2016, liður 1, gjaldskrá sorphirðu í Rangárvallasýslu 2017 til staðfestingar. 10.1. Gjaldskrá sorphirðu í Rangárvallasýslu Rangárþingi 2017, tillaga að sveitarstjórn samþykki fyrir sitt leyti samræmda gjaldskrá fyrir sorphirðu í Rangárþingi 2017. Orðið laust. Engin kveður sér ljós. Þeir sem geta samþykkt framlega tillögu gefa merki. Samþykkt samhljóða. Liður 11. Brunavarnir Rangárvallasýslu 50. fundur. Fundargerð frá 27.10.2016, liður 2. Fjárhagsáætlun 2017 til samþykktar. 11.2. Fjárhagsáætlun 2017. Tillaga að sveitarstjórn samþykki fyrir sitt leyti rekstraráætlun fyrir Brunavarnir Rangárvallasýslu BS 2017. Orðið laust. Engin kveður sér ljós. Þeir sem geta samþykkt framlagða tillögu gefa merki. Tillagan samþykkt samhljóða. 12. Brunavarnir Rangárvallasýslu 51. fundur. Fundargerð frá 8.12.2016, liður 2. Nýjar samþykktir fyrir Brunavarnir Rangárvallasýslu BS til staðfestingar. 12.2. Nýjar samþykktir
Tillaga að sveitarstjórn samþykki fyrir sitt leyti endurskoðaðar samþykktir fyrir brunavarnir Rangárvallasýslu BS. Orðið laust. Engin kveður sér ljós. Þeir sem geta samþykkt framlagða tillögu gefa merki. Tillagan samþykkt samhljóða. Lundur, stjórnarfundur 29. Fundagerð frá 1.12.2016, liður 2, fjárbeiðni til sveitarfélaga. 13.2 fjárbeiðni til sveitarfélaga. Stjórn Lundar hefur óskað eftir því að sveitarfélögin sem standa að hjúkrunarheimilinu gerir ráð fyrir fjármunum í áætlunum sínum til að ljúka lóðaframkvæmdum við Lund á næstu 3 árum. Það er tillaga bókun sveitarstjórnar í fjárhagsáætlun sveitarfélagsins Rangárþings ytra sem liggur fyrir fundinum til samþykktar er gert ráð fyrir að ráðstafa 50 milljónir króna til verkefna við Lund á næstu árum. Orðið laust. Engin kveður sér ljós. Þeir sem geta samþykkt fyrirliggjandi bókun gefur merki. Bókun samþykkt samhljóða. 14. Oddi BS 10. fundur. Fundagerð lögð fram til kynningar. 15. Húsakynni BS 13. fundur. Vísaði til umfjöllun einstaka liði en fundagerðin með öðru leyti til kynningar. 15.2 Eignir í umsjá húsakynna BS. Niðurstaða stjórnar húsakynna BS. Rætt var hugmyndir framtíðar fyrirkomulagi á rekstri hússins í Þórustungu, en komið að gagngeru viðhaldi. Lögð var fram kostnaðaráætlun að fjárhæð 15 milljónir króna til viðhalds hússins. Tillaga lögð fram að bjóða húsið til kaups í því ástandi sem það og með þeim skilyrðum að fjallmenn hafi gjaldfrían aðgang á húsinu í fjallferðum. Tillagan var samþykkt með 2 atkvæðum og 1 sat hjá. Það er tillaga að sveitarstjórn staðfesti fyrir sitt leyti bókun stjórnar húsakynna BS. Orðið laust. Engin. Ágúst Björnsson. Já, þið kannski bara rétt að nefna í þessu að hérna er auðvitað verið að leggja það til svipað og var gert með góðum árangri hér á Rangárvallaafrétti að rauninni að fara þá leið að selja þessi hús en hins vegar fjallmenn hafi aðstöðu í húsunum þegar verið að smala á haustin og hefur gengið ákaflega vel og eins má rifja upp líka auðvitað inn á Landmannaafrétti þar sem að fjallmenn okkar hafa haft aðstöðu í landmannalögum mjög lengi og gengið ákaflega vel. Þannig að þetta er fyrst og síðast til þess að auka líkur á því að þessum fasteignum sé vel við haldið og það sé léttara á alla lund og í rauninni betra fyrir rekstur sveitarfélagsins á allan hátt. Það er góð reynsla af þessu og þess vegna var þetta lagt til og ég styð þetta. Hagnaðarefni. Fleiri hafa ekki kvætt sér ljós. Þeir sem geta samþykkt framlagða tillögu gefa merki. Tillagan samþykkt samhljóða. 16. Vatnsveita Rangárþings ytra og Ásarhrepps. 47. fundur. Fundagerðin lögð fram til kynningar. 17. Byggðarráð Rangárþings ytra. 30. fundur. Vísaði til umfjöllun einstaka liði en fundagerðin að öðru leyti staðfest. 17.6 Endurnýjun á yfirdráttarheimild sveitarfélagsins. Niðurstaða byggðarráðs. Tillaga að byggðarráð staðfesti lánaramma Arion banka gagnvart heimild sveitarfélagsins til 14.11.2017 að upphæð að hámarki 95 milljónir króna og það var samþykkt samhljóða. Og það er tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun byggðarráðs. Orðið laust.
Enginn kveður sér hljóðs. Þeir sem geta samþykkt fyrirliggjandi tillögu gefa merki. Tillagan er samþykkt samhljóða. Þá er að liður 18. Héraðsnefnd 7. fundur. Fundargerð frá 1.12.2016, liðir 2 fjárhagsáætlanir 2017 fyrir tónlistarskóla Rangæinga og héraðsnefnd og 3 tónlistarskóli Rangæinga breytt í byggðasamlag. 18.2 fjárhagsáætlanir 2017. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti fyrir sitt leyti fjárhagsáætlanir 2017 fyrir tónlistarskóla Rangæinga og héraðsnefnd Rangæinga. Orðið er laust. Enginn kveður sér hljóðs. Þeir sem geta samþykkt fyrirliggjandi tillögu gefa merki. Tillagan er samþykkt samhljóða. 18.3 tónlistarskóli Rangæinga breytt í byggðasamlag. Tillaga að sveitarstjórn samþykki fyrir sitt leyti að stofna byggðasamlagið tónlistarskóla Rangæinga BS samkvæmt fyrirliggjandi samþykktum þar Jafnframt tillaga að skipa Ágúst Sigurðsson sem aðalfulltrúa og Margréti Hörpu Guðsteinsdóttur sem varafulltrúa í stjórn byggðasamlagsins. Orðið er laust. Enginn kveður sér hljóðs. Þeir sem geta samþykkt fyrirliggjandi tillögu gefa merki. Tillagan er samþykkt samhljóða. 19. Rekstrar áætlun 2017 húsakynni BS. Fyrirliggja núna liðir eins og framkom í fundarbyrjun að Klara Viðarsdóttir mun vera á fundinum undir liðum 19 til 28 og á meðan við förum yfir þá liði með henni sem gest fundarins að þá slökknum við á upptöku og kveikjum aftur á henni að þessum liðum loknum.